Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í umræðu persónuvernd og eiginlega ýmislegt sem tengist henni. Það ekki vanþörf á að auka vitund okkar persónuvernd í dag. Ég heiti Oddný Eir og komin eiginlega með toppmanneskjuna á þessu sviði. Það engin önnur en Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar. Velkomin. Hjartans þakkir, takk. Og takk fyrir að koma, já. Það svona, persónuvernd þessi málaflokkur sem að fer á forsíðu blaðana í einhvern þegar koma skandalar og síðan fer eiginlega umræðan yfir í verður að annarkvort að glæpamálum eða svo gleymist það svolítið en væntanlega þetta fyrirbæri persónuvernd eitthvað sem að við verðum að huga að reglulega og í svona forvarnarskyni eða hvað. Nákvæmlega, þetta einmitt pildir góð lýsing á þessu af því að þetta eiginlega þannig að þegar við komumst að einhverju niðurstöðum að þá oftast eru þær túlkaðar með ákveðnum hætti og fá ákveðna athygli og stundum fela það í sér eitthvað neikvætt hvað var það að einhverju talin hafa brotið af sér og þá verður náttúrulega einhver ósáttur og umræðan fer þá kannski núna upp á síkast það hver að fá sekt og hver að fá ákúrur og við þurfum kannski svona aðeins að komast nærði einmitt hver kjarnin með þessu, hver hugsunin, hvað verið að vernda samfélagi með. Persónuvernd svona eftirlits stofnun einhver leiti og Íslendingar náttúrulega hafa kannski svolítið verið duglegir við að leggja niður sínar eftirlitsstofnanir og ekki, mér veist svo margir koma hérna Rauða borðinu og lýsa yfir söknuði eða raunverulega lýsa því yfir að okkur vanti svo mikið svona jákvæðar eftirlitsstofnanir sem eiginlega til þess að vernda hagsmuni almennings og náttúrunnar og já. Við getum bara tekið sín dæmi þá þarna að það vill kannski í grunninn engin eftirlit að neinu ráði og vill allavega engin lenda í eftirlitinu en ef eitthvað bregður út af að þá náttúrulega hrópað í öllum miðlum hvar var eftirlitið. Þannig að við sem vinnustaður höfum fengið það svona kannski vandmeðfarnar hlutverk að vera leiðbeinandi aðili, ráðgefandi, við eigum að veita álit til alþingis og stjórnvalda og að einhver leiti til þeirra sem að leita til okkar en að samanskapi okkur líka fengið það hlutverk samkvæmt lögum að vera harður eftirlitsaðili. Af því það jú svo víða verið að vinna með persónuupplýsingar á þessari tækniöld sem við erum í. Þannig við erum að reyna að vinna með þetta að í grunninn að þá þetta löggjöf sem okkur til hagsbóta. Það verið að vernda einstaklingin. Þið hafa eftirlit með þeim sem raunverulega að hafa eftirlit eða það að segja þeir sem að fylgjast með persónum sem náttúrulega greina svolítið margir sem að fylgjast með og þið þurfið að fylgjast með, þið ekki að fylgjast með einstökum persónum. Þið að fylgjast með þeim sem að fylgjast með persónum. Þannig að við í okkar þá laga umhverfi myndi segja við erum að fylgjast með ábyrgðaraðilunum, þeim sem ákveða að nota persónuupplýsingar annarra. Og það þá annarkvort fyrirtæki, nú eða stjórnvöld, bara hið opinbera í rauninni í miklu eftirliti með borgurunum og sveitarfélögin líka, félagsleg kerfi og annað og svo stór hagsmunasamtök sem eru líka að vinna persónuupplýsingar. Þannig við erum að passa það að allir þessir verði mannréttindi þegar þeir skoða okkur sem einstaklinga. Og það hefur náttúrulega sætt stundu furðu allavega hjá okkur að það skuli ekki vera meiri skilningur af því að við erum í rauninni bjargvætturinn og lögin til þess að hjálpa okkur að hvorki fyrirtækinni stjórnvöld fótum tróði okkar grunngildi og réttindi. Erum við svona alla jafna fyrst sem þjóð meðvitu mikilvægi persónuverndar eða einmitt eins og ég sagði kannski áðan vöknum vill vitundar þegar að kom upp einhver svona mál þar sem að bara einmitt njósnamál eins og kannski mér nákvæmlega að biðja aðeins kannski segja okkur aðeins frá því máli þessu sem að kom núna í blöðin og fjölmiðla þar sem að bara margir voru mjög hissa og hvað bara var eitthvað virt njósna eftirlit og enginn hafði vitað af því að þér virtist. Erum við meðvituð þetta mikilvægi? Ég held að okkur hafi farið fram í skilningi á því hvað eru persónuupplýsingar.
Þegar ég byrjaði hjá Persónuvernd 2015 og þá vorum við svona í því að segja persónuupplýsingar eru allar þær upplýsingar sem eru rekjanlega til þín sem einstaklings. Það getur verið húsnúmer, bílnúmer, IP-tala, tölvu og það er svona snjallsímar og númer þeirra og það er ábúðslega margt sem getur persónu greint okkur. Og tala ekki sko erðamengið og heilbrigðisupplýsingar og allt hitt. Þannig að vitundin hefur vaxið hjá þjóðinni, myndi ég alveg leyfa mér að segja heilt yfir, mjög mikið, en samt ekki alveg á pari við það sem er í Evrópu. Nei. Það er ennþá bara dýpri skilningur, meiri skilningur, fólk lifði seinni heimsstyrjöldina og fann þá eiginskinni hvað það var að vera undir eftirliti stjórnvalda, stjórnmálaskoðanir, trúarskoðanir og annað. Þannig að þetta er eitthvað sem við höfum verið kannski bara svona landfræðilega verið væru kærari með og svo eru við landfræðilega staðsett líka bara í heiminum þannig að við erum dálítið nálægt Bandaríkjunum og Silikondalnum og það er svona í eðli okkar að einmitt að grípa nýju tækninu og notana og vera ekki endilega að spyrja okkur spurninga. Og jafnvel einmitt ekki spyrja nægilega spurninga áður en við ákveðum að nota smáforrit og ég get leyft mér þá kannski að nota sem dæmi að ég meni í einni úttektinni sem við höfum farið í að þá komumst við að því að í einu sveitarfélagi hérlendis þá voru rúmlega 900 smáforrit í gangi í grunnskóla. Wow. Og það náttúrulega gefur augaleið að þar var ekki yfirsýn það hver þeirra voru að vinna persónuupplýsingar börnin og hvert var að vera að senda þær upplýsingar og hverjir voru mögulega svo kalluðu þriðja aðila sem fengu upplýsingar úr þessum forritum. Og eru að selja þær yfir. Já, þannig að við komumst að því þar að það væri ákveði vilda vestrið í gangi í þeim málaflokki sem var náttúrulega bara mjög miður af því að persónuupplýsingar barna njóta sérstakra verndar í persónuverndarlöggjöfinni. Þannig að svona við vorum mjög svona fókusuruð á að fræða landið og eittum ofboðslegu púðri í það 2016, 17, 18 og 19 jafnvel og vorum eiginlega vonast þess að þetta næði betur í gegn. Eitthvað hefur náði í gegn hjá okkur en ekki nægilega mikið. Og við vonumst bara til þess að samtalið verði þannig að svona almenn vitund aukist enn betur og enn meira af því að þetta er ekki sko löggjöfin sem er að vinna gegn þér. Hún er að hvetja til réttra og vandaðra vinnubragða. Hugsun áður en þú innlegir kerfið. Já. Það er eiginlega bara þetta sem það snýst Þetta ætti að vera ávinningu fyrir alla að vitundin aukist af því að tæknina má nýta heilmikið en það þarf að nýta hana með réttum hætti. En það er kannski eins og þú ert að lýsa þá einmitt við Íslendingar erum svolítið bara tækni glöð eða svona erum náttúrulega tilengum okkur nýja tækni kannski og eða það er okkar svona hluta okkar ímynd líka að vilja vera svona ekki með neikvæðni og ekki að vera að spyrja einhverja leiðinlega spurninga heldur bara taka sénsinn og treysta og kannski þá þegar kemur upp maður hefur heyrt fólk sem er að kannski úr tækningeranum beilinni sem er að segja hvað sé auðvelt að með taka upplýsingar og selja þær og gera að þá kannski ef þú ert ekki með einn svona dæmi þá er bara eitthvað svo erfitt að fara að ímynda þér hvað einhver ætlar að gera með þessar upplýsingar þínar og bara margir sem segja bara já það má bara hver sem er gera hvað sem er ekki lífi í neitt spennandi lífi og það með bara allir en það kannski menn áttu sig ekki á því að þetta við erum að taka svona ákvarðanir saman sem varða þá líka með hagsmuni barnanna okkar og getur komið upp í mjög það ekki ljótu málum. Það er bara svo margvíslegt sem það er undir af því að líka persónuverndarlöggjöfin hún er tæknilega hlutlaus eins og ég segi og það er í rauninni allir þeir sem að nýta persónugreinlegar upplýsingar sem eru undir. Ef þú ert með einhvers konar tölfræði undir, þá þarfst ekki að hugsa persónuverndarlöggjöfina. En á öllum sviðum mannlífsins, ef þú ákveður að nota upplýsingar aðra, að þá þarfst að máta þig við lögin það hvort þú hafir heimild til að vinna upplýsingarnar og stjórnvöld byggjast oftast á lagaheimild eða þá almannahagsmunum eða í skjólu opinbers valds og þú veist, hver og einn þarf að finna heimild fyrir því hvernig upplýsingar eru og það bara
ég meina svona, það alltaf svona, hvað segir maður, þægilega stundum að fara í dæmin sem eru með mestu öfgana og Kína hefur lent í því að vera dæmið þar og það er náttúrulega sko þetta svo kallega social credit scoring, í rauninni bara samfélagsleg stig sem þú í rauninni þarft að fara í gegn sem þegn þar og í rauninni þú ert með eitt greiðslukort sem að gengur í allt og það telur stínu það hvernig þú ert metin á stjórnvöldum sem samfélagsþegn og við getum byrjað því að þú deilir ekki upplýsingum þig þá ertu strax komin á vafasaman lista og þetta þannig að hvernig þú hagar þér sem einstaklingur ræður því þar hvaða almenningssamgöngur þú mátt nota, í hvaða háskóla þú ferð og hvaða maka þú velur. Þannig að sko þetta hefur fólk ekki alveg viljað trúa að sé í rauninni þannig. Þannig þetta og þannig það stjórnvöldin sem eru svona í þessu hlutverki. Annars staðar hafa þetta verið stórfyrirtækin sem hafa farið í þetta hlutverk að vita allt þig. Og nú eru náttúrulega bara fréttir að koma sem að svona sýna kannski betur það sem við höfum verið reyna að segja að þetta getur skipt máli hvaða starfurinn fótspor þú skilur eftir til dæmis á samfélagsmiðlum. Ég meina nú ríkisstjórn í Bandaríkjunum að segja samfélagsmiðlareikningar nemenda sem erlendra sem vilja komast til dæmis í Harvard-háskóla eru verða rýndir. Og bara fótsporin sem að fólk, ungu krakkarnir að skilja eftir sig, þau verða rýnd af einmitt sko aðilum og samfélagsmiðla fyrirtækin eru með þetta rúmlega 50.000 hegðunar einkenni sem þau flokka okkur almúan í. Og þetta mesta söluvaran. Þetta orðin arðbærari iðnaður heldur en að selja olíu. Þannig að þetta sko umhverfið sem við hefðum vilja að fólk hefði meira í huga þegar það ákveður að nota tækni af því að sko það eru tæki og tól í löggjöfinni sem að segja innbyggð og sjálfgefin friðhelgi á ensku data protection by design og by default. Þannig að það segir það að það hægt að stilla hlutina af þannig að það sé að vinna til hagsbóta fyrir okkur, alls konar góða hluti. En sem sagt ekki hitt og ef fólk hefur eitthvað sko að fela þá sko það orðið erfiðara og í rauninni sko þá það kannski allt í góðu en dæmin eru þetta með ungu háskólakrakkana og Harvard og samfélagsmiðla skoðuna upp á það hver framgangur þinn í lífinu mögulega út frá þessum fótsporum. Annað dæmi var þjóðaröryggis ráðgjafi Svía tók pókan á eiginlega fyrstu dögum í embætti út af einhverju sem að þótti miður í hans fortíð. Þannig að þessi gögn eru notuð stundum kannski með réttu gegn þér, ég veit ekki, stundum kannski gera það verkum að fólk sem er komið í stóru embætti ætti ekki verið í stórum embættum út af einhverju, af því við þurfum að geta treyst fólki sem að fer með völd. En þú veist, þetta bara í grunninn sko, þetta getur verið nýtt gegn okkur og sérstaklega með tækninni eins og þegar gervigreindin komin til sögunar og þegar hún fann að kannski taka ákvarðanir okkur, neitar okkur eitthvað. Og þá mitt sko, þá svo gott að hafa löggjöf sem segir að ef að þú sko ert að fá höfnun, að þá hefur rétt að því að vita á grundvelli hvers var ákvörðunin tekin. Þannig að það bara svo margt í þessu að tæknin getur hjálpa okkur. Hún getur tekið af okkur auðveldu störfin sem að enginn að sinna lengur en á samanskapi þegar hún tekur ákvörðun réttindi og skyldur að þá þurfum við að fá að vita stundum hvernig ákvörðun var tekin af því það vill svo til að forritin eru stundum ekki vel forrituð. Þau bera hugarheim forritarans og dæmum það að konur bara fengu ekki laus störf á ákveðnum vinnustæði Bandaríkjunum af því að sagan sagði að þær höfðu ekkert sótt og þess vegna var forritað bara forritað á karlmannsnöfnum og þá á konu ekkert séns í því umhverfi. Það svona skekkjur og ef við talum alls konar svona bara þú veist einhvers konar skekkjur í forritunum sem geta haft afdrifaríkar ákvarðanir fyrir okkur lán og fá að taka heilbrigðistryggingar og það bara svo margt í þessu. Þú veist, þetta snýst allt einhvern veginn tæknina og hvernig hún einmitt sko
notar okkar upplýsingar og þá allavega held ég í dag betra að hafa persónuverndarlög í gildi sem eru þau sömu í allri Evrópu, eigi að vera það, heldur en ekki. Og við erum með persónuverndarlög? Við erum með persónuverndarlög. Já, að þú nefndir í Kína þá kannski geta með neitað að skilja eftir fótspor en þá verða menn tortryggilegir og það gæti þá virka þannig að þeir sem að ákveða sjálfir að vilja ekki skilja eftir upplýsingar eða gefa upplýsingar, veit aðganga persónuupplýsingum, að þeir séu þá kannski dæmdir fyrir að hafa eitthvað að fela eins og þú nefndir. Er ekki eitthvað annað batteri, þýður persónuvernd, er það stjórnvöld, er það hverju fyrirtæki sjálfsvald sett eins og að taka ákvörðun fyrir okkur, og segja til dæmis nú allir að nota Facebook eða Meta, er enginn sem segir þetta nú, þið þurfa að passa ykkur á þessu eða er það bara þið, það eru þið? Sko, það eiginlega bara eins og maður segir gagnrýnin hugsun hjá fullorðnum einstaklingum í frjálsum heimi og frjálsu samfélagi. Það í rauninni það sem kannski bara útgangspunkturinn, að það sé ekki svona eitthvað forræði einhvers þú veist, einkahagi og í rauninni bara til að það sé kannski þá tekið fram að persónuverndarlögin, þau í rauninni gilda ekki eins og við sögðum svona kannski áður fyrir fjölskyldualbúmið, eitthvað svo þú gerir og deilir bara með fjölskyldu og þínum innsta kjarna, það náttúrulega tengist friðhelgi einkalífs. Já. Þannig að í rauninni að þegar við erum að fá til dæmis kvartanir til okkar að nágranninn minn er með of mikið eftirlit með stigaganginu með slíku, að þá til dæmis er okkur svona í rauninni svona ákveðin takmörk sett að því að við erum ekki lögregla sem fer, persónuverndarlögregla sem fer inn á heimili og svona. Þannig að þetta er meira svona löggjöfin er meira notuð til höfuðs þeim sem eru með umfangsmikla vinnslu persónuupplýsinga. Hvort sem það er það fyrirtæki eða stjórnvöld, eða sveitarfélög eða stærri hagsmunaaðilar. Þannig en einstaklingarnir til að svara spurningunni þinni, að þá svona ef fólk fylgist með fréttum, að þá hefur það kannski tekið eftir því að fyrirverandi starfsmenn stórra samfélagsmiðla risa í Bandaríkjunum hafa verið mjög opinskáir það að þeir neita börnum sínum að nota þessa miðla. Og þá getur bara fólk ákveðið að velta fyrir sér af hverju það sé. Er það að því það hönnunin er ánetjandi fyrir unga fólkið eins og okkar eldri og samanburðurinn og alls konar hluti sem langt út fyrir persónuverndarsjónarmið, heldur bara hvernig samfélag viljum við búa í og svona, en það að myndi hafa boð og bönn, þú má náttúrulega ekki nota þennan miðil jú, einhverju leiti eins og núna bara ný löggjöf í Ástralíu, það sem verið að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla, bara klárt bann. Og út af allskyns afleitum áhrifum tækninar, að þá eru fleiri kannski að hugsa að stíga inn hvað það var þar. En þú bara vilt kannski ekki búa í samfélagi þar sem einhver segir þú mátt ekki nota þennan miðil, af því við vitum að það gerir miðilin kannski meira spennandi. En við höfum þó stigið fram hjá persónuvernd og sagt að við mælumst ekki til þess að ung börn á Íslandi noti TikTok. Og við höfum höfðað til foreldra og forráðamanna af því að við vitum að kornungbörn er að nota TikTok sem er í eigu, allavega mjög tengt kínverskum stjórnvöldum og það vita að það er einn svæstnasti algoritmin sem er notaður af samfélagsmiðlum og djúpar og ógeðfeldar hólur sem hægt er að fara í þar og þannig að hvaða eftir að gerast í heiminum út af þessu öllu saman, ég held að við séum í einhverju lærdómskurvu og vonandi ná við einhverju jafnvægi. En við erum samt svona rétt núna eins og það glittir í bara síðan að Trump tók við líklega að það er ekki bara þeir sem lifðu seinni heimsstyrjöldina og svona lifðu allræðis óöld og hinni öldinni sem að muna eftir að það er hugsanlega hægt að nota upplýsingar á sakleysislegar upplýsingar er hægt að nota á mjög slæman hátt eða nota gegn fólki eitthvað. En núna er kannski aðeins meiri vitundum einmitt að börn í sakleysi sínu að leik séu að búa til upplýsingar eða veita aðgang sem er hægt að nota í slæmum tilgangi.
Nákvæmlega og bara þetta bara alveg rétt, það einmitt kannski bara eitthvað sem maður bjóst ekki við að einmitt, bara myndum kannski bara finna meira einmitt á eiginskinni, ekki bara samkvæmt sögunni, þannig að þetta það sem við erum búin að vera að sjá sem ákveðna þróun og svo gerist þetta einmitt hjá Bandaríkjunum, hafði kannski gerst hjá Kína áður og nú var ég með nýlega á ráðstöfnum í Feneyjum og það var mjög athyglisvert að heyra með sjónarmið Bandaríkjamanna og versus þá Evrópubúa einmitt notkun gervigreindar og það var mjög skýrt einmitt að sko að allavega hjá þeim sem tjáðu sig, ég er ekki að vera að alhafa neitt frekar heldur það en svona þeir sem voru að tjá sig frá Bandaríkjunum virtust vilja frekar óhefta notkun gervigreindar í ákveðin tíma og töldu það að sko að stilla gervigreindina af þannig að hún myndi vernda grunngildi samfélaga og einstaklinga að það væri verið að hemja og tefja framgang tækniþróunar of. Já. Þannig að þarna eru þetta þessi svona mismunandi sjónarmið sem við bara höfum sem manneskjur og lönd og samfélög það hvað skiptir máli í lífinu. Bara framgangur tækni á kostnað alls eða viljum við framgang tækni að samaskapi í samfélagi sem við viljum búa í. Af því að gildi okkar þá virt. Og þessi samræða fyrst svona nógu virk á Íslandi núna? Því að það náttúrulega núna sem að þessar þjóðir og við sem einstaklingar þurfum að taka, ekki þess ákvörðundaldi? Sko, við erum með mismundi réttarríki í rauninni og við erum með persónuverndarlöggjöfina sem að gildir og tæklar gervigreindarmálin sem kæmu upp í dag af því að við erum ekki búin að innleiða gervigreindarlöggjöf Evrópusambandsins sem vantarlega mun vera talin falla að EES-samningnum okkar. Þannig að við erum í raun og öðrum stað heldur en Bandaríkin og við erum einmitt ríki sem að með í stjórnarskrá friðhelgi heimilis og einkalífs og sem persónuverndin dregin af. Þannig að við sem betum fer, myndi ég segja, einmitt erum í samfélagi sem að bara metur þetta sem grunngildi sem þarf að hlúa að. Okay. Við viljum framfæri tækninar en það sem að sko að hræðir að minnstu kosti mig og kannski nokkra hjá persónuvernd einmitt þetta að sko kapp alltaf best með forsjá og Íslands kapp getur orðið ansi hratt og mikið og það mjög slæmt ef við erum að horfa upp á það að það sé ekki nóg mikil meðvitund í notkun þessara nýju tækni. Ef við verðum heimsmeistari að selja persónuverndar upplýsingar barnanna okkar, það kannski ekki alveg þess að við þurfum að keppa að. Nei, þannig að maður bara vonast til þess að fólk átti sig á því að þú getur gert heilmikið og skapað fyrirtækinu viðskiptalegt forskot með því að gera þetta bara með réttum hætti. Af því ef að gervigreindin að taka ákvarðanir, þá þarf að fara að ákveðnum leikreglum. Það þarf að máta sig við löggjöfina og það þarf að átta sig á því hvað upplýsingar eru undir. Og útgangspunktunum sem við höfum heyrt mjög sterkt það að þau fyrirtæki og það stofnanir sem einmitt ákveða að nota gervigreindina ekki nota ókeypis lausnirnar á netinu. Þú veist, það þarf að vera með lausn sem að bara býr ekki til í rauninni bara beint flæða þeim upplýsingur sem þú setur inn. Þannig að meðan þú veist ekki hvernig virknin á gervigreindinni sem notuð í þínu umhverfi, þá ferðu varlega í að deila með henni viðkvæmum heilsufarsupplýsingum eða viðkvæmum félagslegum upplýsingum og slíku. Af því að leið og eitthvað komið inn í gervigreindina, að þá eins og Microsoft fyrirtæki hefur sjálf bent á og það í rauninni orðið eins og þá ertu komið með sko smjörið inn í kökuna. Þú getur ekki tekið það úr kökunni. Þetta bara farið og þú hefur ekki stjórnað því. Þannig að hafa kappið með forsjá, það eina sem við byggjum meðvitundum virkni kerfana sem þú ákveður einlega í þinni starfsemi, hvort sem þú ert einkafyrirtæki eða stjórnvöld. En ég man eftir því þegar ég komst að því að Facebook sem þá hét ætti raunverulega upplýsingarnar og myndirnar sem maður sett inn og þá eftir það eða mistum maður alltaf listina á að setja inn myndir af börnunum og fólki kringum sig. Sérstaklega maður hugsaði hvað væri raunverulega hægt að misnota slíkar myndir og eftir það þá líka finnst mér alltaf skrítið þegar ég sé fólk einhvern veginn sé til dæmis myndir af hálfnöktum börnum og svona, en það einhvern veginn leiðilegt auðvitað að nefna og vera svona tortryggin, en þið komuð fram bara nýverið það ekki og voruð að hjá persónuvernd aðeins að benda fólki á fyrirtæki Meta það ekki?
Jú, það í rauninni var þannig að Meta einmitt sem að tók yfir þá af Facebook að ætlaði þessist að fara að nota allar upplýsingar sem að voru á samfélagsmiðlunum, bæði í Evrópu og Bandaríkjunum, í sína gervigreindar þjálfun og út af persónuverndarlögunum sem eru þau sömu í Evrópu, sem þetta í rauninni skammstafað GDPR, að þá fóru þeir aðeins varlegar á stað í Evrópu. Þeir eru farnir að gera þetta í Bandaríkjunum fyrir einhverjum ári síðan ef ekki fyrr og sem sagt þannig að evrópskum notendum var gefinn kostur á að skrá sig úr þessu. Þetta svona í rauninni samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni svona ýtrustu túlkun að þá átti ekki að þurfa að þola það að vera yfir höfuð settur inn í eitthvað. En þeir sem eru þó að nota einmitt þessi forrit að þeim var gert kleift að merkja það að þeir vildu ekki leyfa að upplýsingar sig yrðu notaðar og þú þurftir að fara inn bæði á Facebook-reikningin og Instagram og merkja með ákveðnum hætti. Ekki svo flókið undir lykilorðin þín en þú þurftir þessa athöfn til þess að vera undan þegin að þeir myndu nýta þínu upplýsingar. Og ég meina ef að fólk kannski bara er svona meðvitað það að þú ert að nota þegar þú ert að nota þessi samfélagsmiðla tæki eða samfélagsmiðla eða þessi app og annað að ef þú ert að nota ókeypis þjónustu þá eru þína upplýsingar venjulega varan og ef þú notar þetta bara eins og í rauninni má segja póstkorti í gamla dag nema það að það náttúrulega aðeins mikið meiri vinsla á upplýsingunum sem eru heldur í póstkortinu. Ég skil ekki póstkorti? Já sko póstkorti þá þannig að þú veist ég meina póstburðarfólki sá kannski hvað stóð á póstkortinu. Já svoleiðis, já, einmitt. Þannig að allt sem þú setur inn í kerfi sem að þú farið ókeypis nota af og jafnvel þótt þú borgir smá pening fyrir það að það háð einhvers konar rýni og einhvers konar flokkun gagna. Þú mást þessi 52.000 hegðunareinkenni sem ég nefndi. Og það tala að fyrirtæki sem eru með þekkingu á þessu, þau þurfi ekki nema örfáar mínútur af þér eða mér til þess að átta sig algjörlega á því hvernig karaktereinkennin og hvernig ámögulega fá þig til þess að gera eitthvað eða gera ekki eitthvað og þá eru kannski konur út í kosningar. Þannig að þú veist það bara litrófið með hvað hægt að gera með gögnin. Það ekki bara að selja þér eitthvað því þú hefur áhuga einhverju vöru. Það líka að beina þér í bara mjög svona lýðræðislegar áttir. Já, þetta náttúrulega einmitt persónu upplýsingar. Það mjög svona ólík staða þeirra í mjög virkum lýðræðissamfélögum og svo hins vegar svona þar sem fasismenn kannski eða meira svona alræði hefur tekið völdin. Þá eru sömu upplýsingar notaðar og við erum kannski einhvers staðar þarna á milli núna eða hvað svona. Já sko það sem hefur bent á náttúrulega bara þessi staðreynd að þú þarft næstu því ekki leynilögreglur eða leyniþjónustur af því að fólk að segja allar þessar upplýsingar sjálft. Og svo fólk sem að sko kompildi aftan af öllum sko að því að fólk leita á til Facebook sem tæki til þess að tengjast við innum og fjölskyldu og allt þetta og nota það kannski sem slíkt og var að deila þessum barnamyndum og öllu slíku og átta sig ekki á sko hinni hliðinni og ég einmitt bara maður hefur heyrt þetta þú veist að það svona uppalega hugsun var að tengja fólk og svo sá fólk hvað var þetta að nota úr því sem fólk deildi og það þessi ábata sami iðnaður að því að selja gögn. En við kannski komumst seint að því eitthvað nema að koma upp einhverju skandalar og afhjúpist en við raunverulega getum ekki og þið ekki einu sinni kannski heldur eða hvað vitað hvernig núna verið að nota upplýsingar einmitt úr grunnskólanum hvort verið að nota þær, hvernig þetta þarf þá einhverja gríðarlega svona eins og bara hálfgert glæpa hvað rannsókn á því? Sko, við vorum með ákveðna úttekt í gangi með á því hvernig ákveði forrit var notað í grunnskólum og það fór nú bara hreinlega í dómsmál og alla leið til Hæstaréttar þar sem að við vorum gerð afturreka með hluta af okkar ákvörðun, við vorum ekki talin hafa verið nægilega svona með mikið meðalhóf, þetta hefur verið of hörð ákvörðun hjá okkur að stöðva vinnslu og eyða gögnum og þannig að við fengum svona pillar ákvörður fyrir hvernig málsmeðferðin var og við hefum ekki veit nægilega skýr andmæli en eftir stóð
sveitarfélög ákveðin voru metin hafa brotið persónudalög hvað varðar ákveðin atriði. Þannig að þetta er alveg farið að skýrast til dæmis í því máli og því forriti sem þarna var undir og var notað. Þannig að þarna þurfti bara skref fyrir skref að sjá hvernig var notkunin og hverju var deilt með öðrum og hvað. Þannig að það er að koma svona smá lærdómur og auðvitað vonast maður til þess að þeir sem að vinna í skólaumhverfinu skoði til dæmis þann dóm Hæstaréttar og átti sig á því hvaða brot voru metin hafa ekki verið í lagi og svo þurfum við náttúrulega aftur líka að stilla okkur af og við megum ekki vera of hörð og ósangjörn heldur. Þannig að þetta er bara lærdómskurva sem við erum í. Allir að reyna að gera góða vinna hverjum degi og stundu fara maður leiðbeiningu. Man kannski átta sig líka á því þegar að það var náttúrulega frægt þegar að þú gerði athugasemd við íslenska erfðagreiningu og þær upplýsingar og þá kannski fór málið inn í arkífi þannig að þú hefur verið með einhver leiðindi gagnvart Kára en kannski með tímanum er okkur að skiljast alvara málsins og þetta píldi einmitt aldrei gott dæmi en það hvernig kannski hlutirnir eru persónugerðir auðvitað náttúrulega fór ég ekki neitt þetta var bara vinnustaður persónuvernd sem að einmitt tók ákvörðun og stjórn persónuverndar en að samaskapi einmitt þarna ertu að tala annað mál sem að við býðum niðurstöðu Hæstaréttar í. Já. Af því að þetta er mál sem að ég bara fyrir þá sem að kannski þurfa upprifun að þá mátu við það svo að það hefði verið tekið blóð úr innliggjandi sjúklingum á Landspítala og sent til íslenskar erfðagreiningar og síðan notað í vísindaransókn án þess að nægileg samþykki frá sjúklingu lagi fyrir. Og við gerðum athugasemd þetta, það var engin sektarniðurstaða eða neitt annað, þetta var bara við gerðum athugasemd það hér taldum við að verkferlum hefði ekki verið fylgt. Fyrirtækið undir því ekki tók okkur til dómstóla og við töpum héraðsdómi og unnu landsrétt. Þannig að það var þrískipaður landsréttur sem að sá þetta með sömu augum við og nú býður þetta niðurstöðu Hæstaréttar. Þannig að það verður aftur áhugavert að vita er Hæstaréttur þeirra skoðunar að þarna hafi verklagi við vísindaransóknir að heilbrigðissviði verið fylgt og nægilega skýr notkun gagna samkvæmt persónuverndarlögum eða ekki. Við vorum ákveðnar skoðunar og eins og ég segi það er alls konar lærdómur í gangi. Þetta er náttúrulega klára almannahagsmunir til frambúðar. Algjörlega, því þarna til dæmis er þetta mjög gott dæmi það að þarna voru við það var allsherjar bara heims ástand, það var farsótt í gangi öllum heiminum. Og þar var einmitt skiptið svo miklu og þarna einmitt við eftirlitsaðilinn sem stigum inn notabenni eftir að álagið var að baki, við biðum með niðurstöðu málsins þangað til við vissum að það komið jafnvægi á heilbrigðiskerfi okkar og þá bentum við á að jafnvel í heimsfaraldri þá skiptir hvað mest að fara lögum og ekki hef ég vísindaransóknina fyrir að heimildin og samþykki er komið. Þannig að það verður bara mjög áhugavert að sjá hvernig það verður úr þessu unnið en þetta sem við gerðum og stigum inn í var nákvæmlega parið við það hvernig evrópskar persónuverndarstofnanir litu á málið. Það er aldrei mikilvægara en að fara lögum þegar að alvarlegt ástand er í gildi. Þá er einmitt kannski oft tilheng til þess að búa til einhvers konar neyðarástand og rýmka fyrir eins og var gert var ekki, eða í kjölfarið að mætti fylgjast meira með fólki án, ekki að lögreglan mætti fylgjast með, það kannski tengdist ekki COVID. Jú, það tengdist það voru ákveðin sjónarmið þarna einmitt inn á milli sem að við meiris að einmitt stigum inn í og þurftum að veita álitum það mátti afhenda ákveðnar upplýsingar frá því hverjir hefði verið ákveðnum veitingastað. Og þarna einmitt og ekki allir og eitt sáttur það að við til dæmis töldum það geta verið leyfilegt vegna þess að það var einangra tilvik til þess að hefta útbreiðslu alvarlegs sjúkdóms. En svona gegnum gangandi þarna var ekki talin vera svo neyðar staða sem að réttlætti það að lögum var ekki fylgt. En er ekki stundu þannig að fólk í neyðarástandi eða svona þegar bara ef það er bara snjóflóð eða eitthvað þá kannski gefur fólk leyfi sem að myndi alltaf ekki gefa og svo gleymist stundum kannski afturkalla leyfið eða þannig að það bara gleymist eitthvað leyfi sem hefur verið gefið.
Svona... Já, það má vel vera sko og ég myndi í heilbrigðisumhverfinu þú getur veitt kannski víðtækt samþykki fyrir einhverjum rannsóknum og svo áttu möguleika því að sem betur fyrir að afturkalla það. Og auðvitað getur í lífinu verið þannig að það sé rétt þetta hugtaka nauðsyn brýtur lög og við vitum að það getur náttúrulega átt sér stað en það þarf að fara afskaplega varlega með það og aldrei svona á yfirveguðu máli. En núna sko ég bara þetta svo svakalega einhvern veginn áriðandi og spennandi málaflokkur einmitt núna finnst mér og maður langar einmitt að takk fyrir að skilja hvernig það virkar og hvernig formgerðin dálítið sko til hvers og eins líka en svona rétt undir loki það eiginlega svolítið ósanngjarnt að biðja að svara mjög erfið spurningu þegar lítil tíma eftir en það svona þetta með þessi njósnamál þarna sem kom upp og saksóknara og útrásavíkinga og þetta svona svo veit maður ekki alveg, svo bara hætt að berast fréttir af þessu máli og maður veit ekki alveg hvað verður úr því eitthvað sem að þú getur sagt okkur eða eitthvað sem við getum lært svona af því bara án þess að niðurstöða sér beinleinis komin sko Já, sko, ég get allavega sagt það að það sem að við gerðum hjá Persónuvernd það að við einmitt fórum yfir okkar heimildir og einmitt þegar kemur að því að meta rannsóknar heimildir okkar þá það þannig að við gátum ekki með auðveldum hætti farið í eitthvað sem gerist 2011 og 2012 það erfitt að sanna og við höfum takmarkar heimildir til að vinna og byggjum upplýsingar í málum og takmarkar heimildir að fara inn á heimili fólks og svo framvegis eða yfirhöfuð að rannsaka eitthvað sem gamalt. En það sem við getum gert það við getum kallað eftir upplýsingum hvernig öryggi gagna háttað hjá ákærundum og ákæruvaldinu á Íslandi og það erum við að gera. Og ef ég maður rétt að þá þetta 11 embætti sem við erum að kalla eftir upplýsingum frá. Þannig að hvernig öryggi gagna háttað. Það eiginlega kannski útgangspunkturinn einmitt í að vinna persónuupplýsingar. Að þú áttir á því fyrsta lagi að þú sért að vinna upplýsingar og hvernig passar öryggi þeirra og hvernig vinnur með það og hvernig virkar kerfið sem þú ákveður að nota. Þetta svona bara grunnspurningarna sem maður þarf að tékka í ákveðum bóks með. Þannig að þetta eru við að gera. Hitt það einmitt að þetta kannski kemur bíld inn á punkti sem þú nefndir hérna í upphafi einmitt þegar fólk sem segir ég hef ekkert að fela en sko ég held að við getum öll áttu okkur því að ef við lendum svo í rýninu þá áttu við okkur á því að við bara höfum ýmislegt sem við viljum ekki deila með öðrum. Ég meina, hver rútínan okkar, hver hefðirnar okkar, það eins og þú myndir bara leyfa einhverjum að taka upp raunveruleika sjónvarp í öllu þínu lífi. Ég meina, hver vill það? Og þá ekki einmitt spurning kannski bara að það sé eitthvað sérstakt sem hún vilt ekki deila, heldur bara þú vilt ekki leyfa þennan aðgang eða þetta hann ekki bara of mikill því þá endanum þá eru við einstaklingar sem bara eru með hugsanir og eru með langanir væntingar og þrár og við erum með skap og þú veist, við erum bara allavega hana. Þannig að ég meina, þú veist, það er bara kannski ekki rétt að deila öllu með einhverjum öðrum og þegar einhver lendir í því að það sé kannski setið fyrir heimili og svona bara skráðallar ferðirnar, þá bara sér maður hvað berskjöldunin gríðaleg. Og berskjöldunin nefnilega að eiga sér stað í tækniumhverfinu og við gætum lent í því af því að eitthvað sem er selt á milli aðala sem ógreinanlega starðir að það búið bara að sýna sig að það hægt að greina alveg óbúslega mikið í minnstri alls konar hluta eins og bara hvernig við notum snjallsíman okkar og svona. Norska neytendaverndin hefur verið gríðarlega öflug í því að sýna fram á það að gögn sem eru seld á milli fyrirtækja, þau eru greinaleg og það er verið að selja upplýsingur það hver notar stefnumótarforrit og hver á því ef það er fyrir samkynhneigða og aðra þannig að þetta er svona, það er einhvern veginn bara að vera að selja dýfstu upplýsingarnar og innstu okkur og það viljum við ekki þannig að þannig að þetta er svona kannski í grunninn það, ég meina við erum að skoða það bara öryggi gagna í dag hjá þessum aðilum og það er bara í ferli og geti tekið ykkur tíma fyrir eftir hvernig niðurstöður berast og upplýsingar. Nú síðan eru aðrir aðilar að kanna mismunandi þætti þessa máls og það er alltaf erfitt að sanna hluti þegar langt síðan að eitthvað átti sér stað en ég meina þetta er það sem við sjáum hreinlega bara í bíómyndunum og það er bara auðvitað miður þegar við sjáum í íslensku samfélagi en við vitum allt sem gerist annars staðar gerist á endanum hjá okkur
og það bara hér náttúrulega samt bara ég veit ekki, hér eru leikreglur og hérna þú veist, ég held að það sé bara eiginlega allir sem að geta verið sammála það við viljum ekki að svona viðgangist og við viljum að þeir sem að gera ekki rétta hluti séu látnir bara bera ábyrgð á því. Ég veit ekki, heiðarleiki skiptir svo miklu máli og bara koma vel fram við hvort annað og bara uppræta það sem að ekki má. En almenn vitund kannski fæst ekki ég get ímyndað mér að fyrr en kannski nokkrir bara lenda út af forritunar galla eða af einhverjum sem eru ekki sakamenn eða eitthvað svo leiðis lenda samt í því að komast að því að það hefur verið njósnað þá og þeirra upplýsingar jafnvel seldar í jafnvel slæmum tilgangi eða ég veit ekki að þá kannski áttu okkur á því að hvað þessi aðgangur, þú ert að segja það er ekki bara leyfi fyrirtæki og stofnana einu samfélag, þetta náttúrulega líka þessi fyrirtæki sem eru bara yfir alþjóðleg eða alþjóðleg og við vitum ekki getum eiginlega ekkert vitað hvað verður þessar. Já, af því að útgangspunktin þetta að sko, það er búið að setja þarna reglur í Evrópu og fyrirtæki sem eru utan Evrópu þau fylgjast með fólki sem er á Evrópusvæðinu og með, þá Ísland, Noreg og Liechtenstein þá með út af EES-samningnum að þeir þurfa að fara að þessum lögum og við vitum ekkert hverjir eru í rauninni þarna búnir að brjótast inn í okkar kerfi. Við vitum að 12 árásir þær eru að færast í vöxt og þær geta lamað innviði, geta lamað heilbrigðiskerfi sem eru tengt netinu og orku innviði og nú er nýlega Seðlabankastjóri búin að segja mitt að sko út af greiðslukerfi og greiðslumiðlun að þá sé gott að eiga reiðufé. Þannig að við sjáum að við erum aðeins að fylgjast með að það eru svona alls konar vísbendingur það að það er alls konar hlutir í gangi. Já. Þannig að sko það er margt gott við tæknina en allt sem er nettengt þýðir að það sé hægt að hakka sig inn í einhverja hluti. En í staðin fyrir að við svona sem einstaklingar séum bara alveg á varðbergi og vitum ekki hvort við eigum bara að stinga kortur í hérnin eða nota síman og þennan háttið að segja accept við einhver hinn og þessu og svona þá, sem þú ert að segja, við þurfum að vera vakandi sérstaklega eða var það kannski börnin okkar og annað þurfum að vera sérstaklega vakandi ef við erum í forsvari fyrir einhverja stofnanir og sem varðar almannaheill en kannski getum við bara líka biðlað til stjórnvaldum að efla þá ykkar starfi í persónuvernd og kannski aðra stofnanir sem að bera okkar hag fyrir brjósti, er ekki? Jú, ég myndi segja allan daginn við sem einstaklingar eigum bara að nota heilbrigða hugsun og gagnrýna hugsun og heilbrigða skynsemi og bara lifa okkar lífi. En átt okkur á því að ef við ákomum að deila einhverju að þá erum við að deila með kannski fleirum heldur en við höldum sko. En sko ábyrgðin liggur hjá náttúrulega fyrirtækjunum og hjá stjórnvöldunum og þau ættu að vinna þetta með réttum hætti og við eigum að geta treyst því og eftirlitið á ekki að vera álitið kannski sem sko andstæðingur okkar allra þegar eftirlitið er í rauninni að tryggja grunngildi. Ég meina við erum með sko umhverfisstofnun sem er að reyna að koma ábyrgningar varðandi umhverfið og matvælastofnun varðandi matvælaeftirlit og koll á kolli og persónuverndin hefur það hlutverk að ég bara láta einmitt stóru aðilana fara að leikreglunum til þess að vernda okkur. Þannig að þetta eru svona bara þetta er starfsemi sem að þarf að eiga sér stað en að samanskapi sko þá er náttúrulega ákall í þessu tækniumhverfi að fólk fari ekki of hratt á stað og þessi stóru aðilar passi sig áður en þeir fara illa með okkar upplýsingar. Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar, við bara getum ekki annað en þakka fyrir starfi okkar þáu og vonum að bara starfið eflist enn af því að það er svo sannarlega þörf á því. Ég þakka ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjallinu. Við vonum að það hefur verið upplýsandi og ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að galdra spjallið yfir til ykkar og við förum í smá pásu og komum aftur að rauðaborðinu eftir smá stund og höldum áfram að ræða málin.
samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.